Ómar Ragnarsson, gjör svo vel. Ég þakka Írisi og Erlingi, þau eru komið hér tvö fram og Íris með frábæra framsögu enda á heimavelli. En formaður og gott ráðsfólk, Erlingur var einmitt að tala það sem ég ætlaði að tala Þetta nýmæli, það stendur ekkert í stjórnarskráni núna hvernig forsetinn eigi að haga sér að þessu leyti. Og ég hef íhugað þetta mikið og lengi, mörg ár. Það heillandi að við höfum þarna neyðarheimil og varðmann þjóðarinnar á sem flestu sviðin sem forsetinn En á hitt að líta og að því hallast ég frekar nú hinn síðari ár. Þó ég verð þetta svolítið heillandi tilhugsun að forseti og ríkisstjórn töluðu ekki alltaf algjörlega í kór vegna þess að forsetinn jú þjóðkjörinn og þarf því að svara fyrir það hjá þjóðinni ef að hann tekur sér það innan gæsalappa bessaleyfi að tala eitthvað öðruvísi heldur en ríkisstjórnin í utanríkismálum. Þetta var svolítið heillandi í mínum huga en þegar ég íhuga þetta betur þá held ég að þetta geti hvorki verið gott fyrir forsetan neð þjóðina. Gætum að því að ef að svo fer fram sem horfir að forseti fái hér ýmis verkefni, þá tel ég það eiginlega alveg nóg að þau beinist að innanlandsmálum og við bætum ekki því ofan á að hann fái nánast skotleyfi á utanríkisstefnu landsins. Og ég skal nefna dæmisögu þessu til útskýringar. Ég var með fréttastjóra frábæran Emil Björnsson. Hann var mjög harður húsbóndi hvað snerti öll vinnubrögð okkar, tók okkur oft í bakaríið, sett okkur í svokallaða frystikistu svopar undir. Þá var viðkomandi fréttamaður látin verið í frystikistunni nokkrar vikur og fekk ekki mikil verkefni meðan að hann var að jafna sig á því að gera betur. Þetta var hollt fyrir okkur, þetta var svolítið grimmt, en Emil agaði okkur og vann mjög gott starf og hafði gríðarleg áhrif. Eitt hafði Emil sem ég hef aldrei kynst hjá nokkrum yfirmanni sem ég nokkurn tímann haft. Á sama tíma sem að tók okkur og lúskraði á okkur og sýndi okkur fram á það að við erum að bæta okkur og sá til þess sjálfur, þá varðan okkur í bak og fyrir út í frá. Þannig að maður undraðist það oft. Maður gat alltaf treyst því að maður stæði með manni gegnum þykkt og þunnt, svo framalega sem að kæmi ekki til þess að maður rekinn. Eftir því sem árin líða, þá met ég þennan kost alltaf betur og betur. Menn segja að þú ert að meta þann kost að maðurinn tali tungum tveim. Það bara ekki þannig. Honum var mest í mun. Númer 1, fjölmiðlunin að segja sannleikann sem best. Það vó þyngst meira en það hvort það þyrfti að tala sér þvert hug út í frá til þess að verja sína fréttastofu og sinn miðil og ég held að þessi stefna hans hafi í raun skila bestum árangri þegar upp var staðið. Utanríkismál hverrar þjóðar eru gríðarlega viðkvæm. Það ekkert grín að standa í þorskastríði. Það ekkert grín að vera settur á lista yfir hinna viljugu þjóðir í innrás í fjarlægt land. En ég held að þessi grein eigi fullan rétt á sér. Með þeim rökum sem ég hér lýst. Aðrir þjóðhöfðingjar gera þetta yfirleitt. Við vitum alveg að Bretadrottning flytur ræðu sem náttúrulega yfirlesin. Hingað til hafa íslenski forsetar vara sig á þessu pytti og menn kunna segja að eigi bara standa ekki neitt, heldur eigi hefðin að ráða og við skulum bara Erlingur gæta þess að forsetin, ég efast hann hafi verið mjög hrifinn af því sem gert var 2003 en hann sat á sér þá og að sjálfsögðu sagði hann ekki neitt því að annað hefði verið mjög slæmt fyrir þjóðina út í frá að hér væru 2 utanríkisstefnur í gangi og það bara ein harða staðreynd í heiminum. Ég var í lagadeild þegar Emil Jónsson kom þangað og var að útskýra fyrir okkur ungu laganemunum sem voru uppreisnargjarnir og vildum bara láta vaða á súðum í þessum efnum. Þegar uppi staði sagðan, þá verðið bara strákar mínir að átta ykkur á því, það voru einn tómi strákar í lagadeild þá, þið verðið bara átta ykkur á því að utanríkisstefnur þjóða eru bara með eitt markmið, það að þjóna þröngum sérhagsmunum þeirrar þjóðar og engum öðrum. Þið sem alþjóðasinnar og hafi talið það hérna, geti kannski látið ykkur dreymum annað, en þetta bara svona.
Og ef við getum ekkert sem örþjóð farið að spila einhvern annan leik í þessu efni, heldur en stórveldi sem við horfum upp á að erum með eina utanríkisstefnu gagnvart einu stórveldi og aðra utanríkisstefnu gagnvart öðru stórveldi. Þess vegna held ég að það sé betra að hafa þetta þarna en frekar heldur en að taka þá áhættu að forsetinn fari ofan á annað sem að við viljum kannski fela honum hér til þess að vera með valdtemprun og valddreifingu, að við skiljum utanríkismálin þar frá. Hann á alveg að geta sinnt öðrum verkefnum sínum og verið sameiningatákn fyrir þjóðina og helst ætti hann að vera sameiningatákn fyrir þjóðina í utanríkismálum.